Niðurstöður nýrrar könnunar afstöðu landsmanna til þjóðaratkvæðagreiðslu framhald viðræðna við Evrópusambandið voru kynntar í nýjum þætti Mikaels Torfasonar, Mín skoðun á Stöð 2 í dag. 74,6% þeirra sem tóku afstöðu vilja að greidd verði atkvæði samhliða sveitarstjórnarkosningum næsta vor framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið en 25,4% vilja það ekki. Konur eru heldur hlintari atkvæðagreiðslunni eða 77% borið saman við 72% karla en 28% þeirra vilja ekki slíka atkvæðagreiðslu og 23% kvenna vilja það ekki heldur. 65–85% stuðningsmanna stjórnmálaflokkana vilja að kosið verði viðræðurnar næsta vor. 85% þeirra sem myndu kjósa Bjarta framtíð, 69% kjósenda Framsóknarflokksins, 65% kjósenda Sjálfstæðisflokksins, 81% kjósenda Samfylkingarinnar, 66% kjósenda Vinstri grænna og 84% kjósenda Pírata. Stuðningurinn við atkvæðagreiðslu áframhald viðræðna svipaður eftir kjördæmum. Hann 78% í Reykjavík, 74% í Norðvesturkjördæmi, 79% í Norðausturkjördæmi, 67% í Suðurkjördæmi þar sem hann minnstur og 71% í Suðvesturkjördæmi eða Kraganum. Lítill munur á afstöðu fólks eftir aldri. En þótt mikill meirihluti sé hlynntur þjóðaratkvæðagreiðslu næsta vor framhald viðræðna eru aðeins 26% hlynnt aðild að Evrópusambandinu nú þegar en andstæðingar aðildar sem lengst af hafa verið töluvert yfir helmingi kjósenda eru nú í 49% og afstaða kynjanna nokkuð jöfn. Stuðningur við aðild minnstur meðal kjósenda Sjálfstæðisflokksins eða 10%, 19% Framsóknarmanna styðja aðild, 48% kjósenda Bjartrar framtíðar, 58% kjósenda Samfylkingarinnar, 20% kjósenda Vinstri grænna og 47% kjósenda Pírata vilja að Ísland gangi í Evrópusambandið. Ertu allt svo að meina skoðanakönnun sem þú varst að vísi? Já. Sko, ríkisstjórnin stjórnar ekki landinu samkvæmt skoðanakönnunum. Við hlutum hér góða kosningu 27. apríl síðastliðinn. Þar voru kosnir 2 nei-flokkar, stefnan skýr, Evrópusambandið ekki á dagskrá og það alveg klárt. En við höldum, Ég á vísan stuðning á kötu, við höldum þjóðaratkvæðagreiðslu þegar verður tekin ákvörðun það að halda áfram eða taka upp á nýtt viðræðunum við Evrópusambandið. Já, það þýðir þá að Sjálfstæðisflokkurinn algjörlega búin að lúta í gras fyrir Framsóknarflokknum í málinu vegna þess að þú hefur heyrt hvað Bjarni hefur sagt þetta og það einfaldlega þannig að fólk kaus ykkur líka vegna þess að þið voruð pósitív gagnvart þjóðaratkvæðagreiðslu vegna aðildarviðræðnanna í aðdraganda kosninga. Varðandi ESB, gefa aðildarviðræðurnar án þess að leggja máli í þjóðaratkvæðagreiðslu? Það alveg skýrt í stjórnarsáttmálanum að aðildarviðræðum verði ekki haldið áfram nema að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu. Getum við treyst í að það verði þjóðaratkvæðagreiðsla áframhaldandi viðræður? Að sjálfsögðu kemur til þjóðaratkvæðagreiðslu. Þú ekki víst verða á fyrir hluta kjörtímabils? Við höfum ekki rætt neitt tímasetningu þjóðaratkvæðagreiðslu. Við höfum opnað fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég tel rétt að stefna henni á fyrir hluta kjörtímabilsins. Við höfum ekki rætt neitt tímasetningu þjóðaratkvæðagreiðslu. Það sem ég ætlaði að ræða við hæstvirtan forsætisráðherra nýleg skoðanakönnun sem birtist nú fyrir stuttu en þar kemur í ljós að andstaðan við Evrópusambandsumsóknina komin langt yfir 60%, nánar tiltekið 63%. 63% íslensku þjóðarinnar vilja ekki ganga í Evrópusambandið og vilja stöðva þessar viðræður. Styður ekki hæstvirtur forsætisráðherra það að þessi mál fari í þjóðaratkvæðagreiðslu í ljósi þess hvað þjóðin talar skýrt? 74,6% þeirra sem tóku afstöðu vilja að greidd verði atkvæði samhliða sveitarstjórnarkosningum næsta vor framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið en 25,4% vilja það ekki. Sko, ríkisstjórnin stjórnar ekki landinu samkvæmt skoðanakönnunum. Halleluja.